Skoðum hérna aðeins úr kafla 3. Þetta er kafli 3, hérna dæmi 6, ætlum að skoða aðeins nánar. Og þá er það þannig að við erum með eitthvað ljósgeisla ofan í vatni. Og hérna er vatns yfirborðið. Og hérna uppi er loft og hérna vatn. Það er ljósgeisli sem kemur svona ská. Og það brotnar hérna þegar það lendir á þessum skilum. Og það sem við getum gert er að við getum notað jöfnu Snells til að finna þetta hérna horn. Og þá er bara best að skrifa upp jöfnuna fyrir það. Og þetta er eitthvað þeta 1, ég veit ekki hvað er, þetta er 1,33. Þetta er 45 gráður. 1 sinnum eitthvað verður bara 1 sinn sinus og þeta 1 verður bara sinus og þeta 1. Þannig að ég get bara krota yfir það svona. Nú til þess að finna þeta 1 þarf þess að losna út þennan sin og þá þurfum við að nota arkarsinn. Og það virkar þannig að við tökum sin mínus fyrsta af öllu sér hérna. 1,33 sem sinus af 45. Og þá er komið þetta hérna horn. En passa ykkur því að það er spurt þetta hérna horn. Þú verður að lesa texta mjög varlega. Spurt hvert er hornið milli brotgeislans, það er að segja þessari línu og vatnsflatarins. Það er hérna. Þannig að það er spurt þetta hérna horn. Þetta er þessu reiknum út með jöfnunni og þetta er það sem er spurt og þetta er A-liður. Okay? En síðan í B-lið þá hafa við spurt hver yrði brotstöðul vatns að vera. Það er að segja hverju brotstöðulinn vatn að vera svo að alspeglun var að ræða. Okay, þá getum við teiknað þetta dæmi upp á nýtt. Hérna kemur B-liður. Þannig hérna er vatnsflöturinn. Hérna kemur brotgeislinn. Þetta hérna eru 45 gráður. En að þetta er alspeglun, að því það þessi geisli mun ekki komast upp úr heldur fer hann hérna bara samsíða vatnsflötunum. Það þýðir að þetta hérna horn verður 90 gráður. Þannig að ólíkt dæmin undan, núna veit ég horni hérna. Þetta var loft, þetta er með brotstöðulinn 1. Þetta er vatn í gæsleipum, skulle ég segja. Þetta er með einhvern allt annan brotstöðul. Þetta er eitthvað spurningamerki. Þannig hérna myndum við bara setja upp, enn og aftur bara stilla upp jöfnunni. Setjum inn fyrir N1, setjum inn fyrir þeta 1, þeta 2 og eftir er það bara N2 og þá fáum við svarið með því.